Góðan daginn, ég heiti Sara Seyfisdóttir og ég kennari við líf- og umhverfisvísindadeild Háskóla Íslands og ég ætla að segja ykkur aðeins frá meistaranámi í líffræði. En hvað er líffræði og hvers vegna er hún mikilvæg? Líffræðin er mjög víð fræðigrein og spannar allt frá hinum minnstu lífefnafræðilegum sameindum upp í risastór flókin vistfræðikerfi. En meðal viðfangsefna líffræðinar eru til dæmis bygging og starfsemi fruma, erfðir og hvernig eiginleikar erfast á milli lífvera, hvernig einkenni tegunda eru og hvernig þessi einkenni aðgreina mismunandi tegundir, eða innri starfsemi lífvera og hvernig hegðun þeirra er. Það eru líka verið að skoða hvernig einstaklingar mynda samfélag og vistkerfi og þá verður þið sérstaklega einblína á það hver áhrif mannsins eru á þessi kerfi. Líffræðin er mjög mikilvæg fræðigrein og er sérstaklega mikilvæg í ábyrgri nýtingu á lífverum, þróun aðferða fyrir líftækni, hvernig megi bæta heilsu manna og svo fyrir náttúruvernd. En meistarnám í líffræði er 120 ECTS eininga nám og er bæði rannsóknarmiðað og fræðilegt nám þar sem að nemendur framkvæma rannsóknarverkefni sem eru frekar stór. Verkefnin geta verið 90 einingar og þá eru teknar 30 einingar í námskeiðum. En það þekkist líka að verkefnin séu minni þar sem þau eru 60 einingar og þá taka nemendur 60 einingar á móti í námskeiðum. En þessi rannsóknarverkefni eru yfirleitt unnin á 2 árum og námskeiðin sem eru skylda í meistaranáminu eru einungis 2, þar sem að þau eru samtals 8 ECTS einingar. En í þessum námskeiðum þá er verið að kenna nemendum grunn í skipulagningu og aðferðum vísinda, hvernig að rýna í vísindagreinar og setja upp veggspjöld og fyrirlestra, svo fátt eitt sé nefnt. Nemendur geta einnig tekið valáfanga og ef þau eru að taka stór rannsóknarverkefni þá eru valáfangarnir 22 ECTS einingar en ef þau eru lítil þá eru teknar 52 einingar í val. Þessi valnámskeið geta tengst rannsóknarverkefnum nemendana beint eða þau geta verið námskeið sem að nemendur hafa sérstakan áhuga á og veita nemendunum sérfræði þekkingu í líffræði. Inntökuskilyrðin eru frekar einföld en nemendur verða að hafa lokið BS-prófi í líffræði eða sambærilegum greinum og þar má helst nefna lífefna og sameindalíffræði. Nemendur verða að hafa náð lágmarkseinkunn og ef að nemendur hafa ekki útskrifast frá Háskóla Íslands þá verða þeir að skila inn meðmælabréfi. Það sem er mikilvægast samt er að nemendur hafi hugmynd hvers konar rannsóknarverkefni þeir vilja vinna og með hverjum því það þarf að sækja verkefni og leiðbeinanda áður en sótt er formlega í námið. Og nemendur geta fundið verkefni með því að skoða auglýst verkefni eða haft beint samband við leiðbeinendur innan líffræðinar með því að finna lista inn á lufs.hi.is, þar að finna lista yfir alla leiðbeinendur í líffræði. Nemendur geta líka unnið verkefni við aðra stofnanir eins og til dæmis Hafrannsóknastofnun eða Íslenska erfðagreiningu en það er þá gert í samvinnu við kennara í Háskóla Íslands. En hvers konar rannsóknarverkefni eru þetta sem að nemendur eru að vinna að í meistaranámi í líffræði? Jú, sumir nemendur eru að rannsaka sameindalíffræðileg fyrirbræði, svo sem frumur og innri starfsemi þeirra, hvernig frumur tala saman til að mynda lífverur, þá eins og í þroskunarfræði. Eitt dæmi rannsóknarverkefni sem að nemendur hafa unnið við í meistaranámi í líffræði er það að rannsaka náttúrulega ónæmiskerfið. En náttúrulega ónæmiskerfið er okkar fyrsta vörn gegn sýklum og þar spila bakteríudrepandi peptíð mjög stórt hlutverk og vísindamenn við Háskóla Íslands hafa verið að rannsaka hvernig megi auka tjáningu þessara bakteríudrepandi peptíða
með annars vegar vítamingjöf eða öðrum efnum. Og þessar rannsóknir eru mjög mikilvægar í baráttun okkar við sýklalyfjaónæmi í bakteríustofnum. Vísindamenn við Háskóla Íslands hafa líka verið að rannsóka vistfræðilegan fjölbreytileika og tegundamyndun. Á þessari mynd má sjá 4 mismunandi bleikjustofna í Þingvallavatni. En bleikjustofninn nam Þingvallavatn fyrir 10.000 til 12.000 árum síðan og síðan þá hafa fiskarnir þróast mjög hratt og mynda nú 4 mismunandi form fiska. Það má sjá að útlit þeirra og stærð mismunandi. Hvernig var þessi útlitsbreytileiki til og hvaða gen eru þar að baki? Þeir hafa einnig verið að skoða vistfræði þessara fiska, hvort að þeir tilengi sér mismunandi búsvæði, hvort þeir nærist á mismunandi fæðu og svo framvegis. Vísindamenn við Háskóla Íslands hafa líka verið að rannsaka áhrif mannsins á loftslagsbreytingar og hvernig mismunandi umhverfisaðstæður hafa mismunandi áhrif á lífverur. Og dæmi eitt slíkt verkefni sem mjög stórt alþjóðlegt verkefni upp á Auðgúlheiði, þar sem eru sett upp svona búr eins og má sjá á myndinni þarna í miðjunni. Þar sem verið að breyta umhverfisaðstæðunum og verið að kanna hver áhrif þessara breyttu umhverfisaðstæðuna eru á lífverurnar og þá verið að mæla til dæmis vöxt, plantna eða mosa eða örvera og svo margt fleira. Þetta eru bara 3 dæmi rannsóknarverkefni sem að meistaranemendur í líffræði hafa tekið þátt í á síðustu árum og þau eru svo miklu fleiri og að gera að hafa samband og kanna framboð verkefna við meistaranám. Að loknu námi þá hafa nemendur þróað með sér færni í sjálfstæðum vinnubrögðum í alþjóðlegu starfsumhverfi og þeir hafa þróað með sér færni til að stunda rannsóknir og afla nýrrar þekkingar og færni til að þróa með sér gagnrýna hugsun og hvernig vísindin virka. Eftir nám þá opnast fjölmargar dyr fyrir nemendur til þess að fara út á atvinnumarkaðinn. Margir nemendur hafa til dæmis farið í það að framkvæma rannsóknir í líffræði við hinar ýmsu stofnanir og fyrirtæki eða sveitarfélög. Þeir taka líka þátt í ráðgjöf og vöktun, stjórnun og nýsköpun. Nemendur hafa einnig bætt við sig kennsluréttindum og sinna þá kennslu í grunn- og framhaldsskólum. Nemendur hafa líka bætt við sig meira námi og farið í framhaldsnám í líffræði eða öðrum skyldum greinum. Og nemendur sem að koma úr meistaranámi í líffræði við Háskóla Íslands hafa staðið sig einstaklega vel bæði á vinnumarkaði og í frekara framhaldsnámi bæði hérlendis og erlendis og þetta því einstaklega góður undirbúningur fyrir þau. Að lokum, ef að þú hefur áhuga á að koma í meistaranám í líffræði, þá endilega hafðu samband við nemendaþjónustuna. Það má gera með því að senda tölvupóst á sensgraduate@hi.is, hafa samband í gegnum netspjallið á hi.is, hringja eða jafnvel leita sér að frekari upplýsingum inn á hi.is. Ég þakka bara áheyrnina og ég minni á að umsóknarfrestur fyrir framhaldsnám er 15. apríl. Takk fyrir.